Já, góður hlustendur, velkomin að Rauða borðinu á fimmtudagskvöldi, það sem komið vetur á Íslandi, hann alltaf komið vetur hérna í Reykjavík, það var búið að vera undarlega kalt og það ekki hægt að blekkja sig með því að það sé haust. En ástæðan fyrir að við sitjum hérna náttúrulega kórónufaraldurinn og kórónukreppan og þær breytingar sem að þetta að valda í samfélaginu og við erum alltaf reyna átt okkur á því hvað þetta þýðir og hvers konar samfélag sem að við búum í. Og við höfum stundum gert það hérna að fá fólk úr stjórnarandstöðunni og þingi og svo fulltrúa ýmissa almannasamtaka og úr verkalýðshreyfingunni til að fara saman. Og þannig þátturinn í kvöld. Hérna eru 3 þingmenn. Það Andrés Ingi Jónsson, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir og Guðmundur Andri Tórsson. Og svo hér Sólveig Anna Jónsdóttir sem formaður Eflingar og Viðar Eggertsson sem stjórnarmaður í félagi eldri borgara. Velkomin. Hérna kannski eðlilegt að byrja á því að velta því upp hvernig ríkisstjórninni gengur, hvernig stjórnvöldum gengur að halda utan aðgerðir sínar og ég nefndi nú hérna fyrir þáttinn að kannski skarpasta gagnrýnin á aðgerð ríkisstjórnarinnar síðustu klukkutímana hefur komið, maður myndi ætla frá hægri, frá hagfræðingi Kvikubanka sem sá banki á markaðnum sem hefur tegið sér lengst í lánveitingum, mikið búin til af starfsmönnum úr útrásinni, úr Kaupþing-banka og öðru slíku. En það ekki Kristrún Frostadóttir sem hefur haldið þessari gagnrýni á lofti, hún starfar þar og hún hefur sagt það að aðferðir ríkisstjórnarinnar við að dreifa peningum til þess að örva efnahagslífið hafi lent hjá þeim sem að enga þörf höfðu á aðstoð. Það var efnabetra fólk sem að notaði peningana til þess að taka lán og kannski hreinsa til í efnahagsreikningum sínum, kannski að kaupa húsnæði sem að ýtir upp fasteignaverði sem kannski ekki heldur markmiði með efnahagsaðgerðum og svo hjá fyrirtækjum sem að þurftu kannski enga hjálp að halda. Ef ég má kannski byrja á að bera þetta undir þig, Þórhildur Sunna, eitthvað hæft í þessu hjá Kristrúnu? Já, mér finnst það mjög góð rýni hjá Kristrúnu og hún minnir margt á að enn og aftur ungt fólk skilið eftir. Enn og aftur fólki sem þarf hvað mest á aðstoð stjórnvalda að halda skilið eftir þegar kemur að viðbrögðum þeirra. Við sáum þetta með leiðréttinguna svokölluðu eftir síðasta hrun að þá einmitt fór daggóð fúlga fjármunum almennings í að styðja við fasteignalán og uppgreiðslu á fasteignalánum millistéttarinnar og efristéttar sem að þurfti ekkert endilega á þessum peningum að halda. Samanborið við yngri kynslóðina sem átti engar eignir og gat heldur ekki safnað sér fyrir neinum eignum, né fært sér sérstaklega mikla bjargir í bú. Og hún kemur bara mjög góða gagnrýni líka þegar kemur að því að við hefum getað verið að setja helmingi meira fjármagn inn í hagkerfið fyrir þessi tilfærslukerfi, til þess að efla eftirspurn, til þess að tryggja að það sé enginn sem búið við skort akkurat núna, til þess að viðhalda bara svona eðlilegu samfélagi og hagkerfi á meðan þessi vondi skellur gengur yfir. En í staðinni verið að dæla þessum peningum á staði sem að þeir þurfa ekkert að vera og eru engum sérstaklega til gagns nema einmitt á þeim millitekjum og tekjuhærri. Og þetta kannski svolítið svona klassískt með sjálfstæðisflokkinn við stjórnvölinn að hann náttúrulega sér bara sína og sína kjósandi hópa og þetta það sem að gerist þegar hann fær að ráða. Og þetta samt neikvætt fyrir hagkerfið í heild. Þessi undarlega þjónkun við einungis mjög afmarkaðan þjóðfélagshóp virkar mjög neikvætt fyrir samfélagi í heild. Þetta verður til þess að við verðum í lengri kreppu, við verðum í lengri atvinnuleysiskreppu, við verðum lengur að ná okkur upp úr henni og við höfum eftir að koma verr út úr þessu. Og það sem mér fannst mest athyglisvert við það sem hún sagði Kristrún var að þetta algjörlega á skjön við það sem að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og seðlabankar út allan heim eru að ráðleggja, eru að segja, það sem að okkar seðlabankastjóri að segja. Hann sem sagt algjörlega öndverða með við kollega sína út allan heim og þetta heldur ekki nýtt. Þetta þekkjum við nú að við höfum heyrt frá þessum sérfræðingum að sunna, það að segja sérfræðingum að utan að þær aðferðir sem við erum að beita séu bara alls ekki góðar, séu ekki til þess fallnar að ná tilætluðum árangri, en stjórnvöldin sem eru við lýði bara skella skollaðirum, hlusta ekki,
enda eru kannski önnur markmið sem að ráða för heldur en raunverulega hvað samfélaginu fyrir bestu. Guðmundur Andri, hvað veldur þessari blindu stjórnvalda að þau séu að reyna að kasta út björgunarhringnum fólki sem að drukkna en björgunarhringurinn endar upp á ströndinni þar sem enginn í hættu? Já, ég veit nú ekki hvort að við að kalla þetta blindu, það er kannski frekar að þeir eru með einmitt, stjórnvöld eru akkurat með auga þar sem að þau vilja að björgunarhringurinn lendi og vita alveg svo sem hvað þau eru að gera eins og Þórhildur Sunna rakti ágætlega. Sko, maður áður tekið eftir skarpri gagnrýni frá Kristrúnu og skarpum ábendingum hagfræði og hún er ein af þessum nýju röddum í hagfræði sem svo kærkomnar, sem að eru ekki með svona þessar gömlu klísjur, þessar gömlu svona trúarsetningar, já, vil helst ekki nota orðið trúarkreddur, en jú, ég held ég noti það bara, trúarkreddur frjálshyggjunnar og nýfrjálshyggjunnar, sko heldur eru meira kannski farin að horfa á samfélagið eins og það og lífskjör almennings og hagsmuni almennings eins og þeir eru í raun og veru. Kristrún og fleiri hagfræðingar hafa tekið undir, nú vil ég ekki kannski vera allt of flokkspólitískur en hlýt þó að minna á að við í samfélaginu höfum talað mjög mikið fyrir því að hækka atvinnuleysisbætur, að það sé mjög mikilvægt að atvinnuleysisbætur verði hækkaðar alveg undir eins og það sé alveg ófær sú röksemd að ekki megi að hækka atvinnuleysisbætur vegna þess að það muni letja fólk til þess að leita sér að atvinnu sem fáránleg röksemd. Og vegna þess að sko neyðin og þörf heimilanna er alveg jafn brýn og rík eftir sem áður og það bara enga vinnu að fá fyrir það fólk sem í atvinnuleit. Og það þarf að geta framfleytt sér og sínum og þess vegna þarf að hækka atvinnuleysisbætur og þetta einhvern veginn blasir við og í þetta á að nota fjármagni, það á að nota í millifærslukerfi, það á að nota í að hækka atvinnuleysisbætur og barnabætur og það á að halda upp í lífskjörum almennings allra hluta vegna, líka af eins og þessir nýju hagfræðingar hafa verið að benda á af hagfræðilegum ástæðum. En þrátt fyrir þessar fersku raddir í hagfræðinni, þá virðast þær einhvern veginn ekki ná eyrum svona æðstu staða í hagstjórninni og þar á meðal Seðlabankans og þess vegna eru þessi gömlu kunnulegu úrræði. Þórhildur Sunna sagði ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins og verður að tala svona áhrif þess flokks, hvað með systurflokk ykkar VG, hafa þeir engin áhrif á landsstjórnina í sinni eigin ríkisstjórn? Já, sko, ég fæ nú ekki komið auga á það eru kannski aðrir sem að þekkja betur til þess hugsunarhátta sem að ræður ríkjum hjá VG og hvað þeim gengur til að vera í þessu samstarfi þarna og hvaða nákvæmlega sem að þau telja sig vera að ná fram, en það allavega ekki, þau eru allavega ekki þarna til þess að ná fram bættum kjörum almennings. Það einhver önnur mál sem að þau hafa fyrir brjósti og þau telja sig vera að ná fram, sem ég bara þekki ekki, vegna þess að ég kem ekki alveg auga á þau. Þá spyrjum við bara Ágúst Inga, þetta ekki systurflokkur hans, þetta hans gömlu föðurhús. Andri, hvað er VG að gera í ríkisstjórninni? Sérðu ykkur áhrif á efnahagsstjórninni frá VG? Við ætlum að vera svona sængjörn fyrir þau fjarverandi? Ég held að vandinn hjá VG, bara eins og vandinn hjá mjög mörgum í pólitík og landinu öllu, þessi lotning fyrir Sjálfstæðisflokknum og þessi trú á að Sjálfstæðisflokkurinn viti hvað hann að gera þegar kemur að efnahagsmálum. Það einhvern veginn náð að telja fólki trú að Sjálfstæðisflokkurinn sé flinkastur í efnahagsmálum þó að dæmin kannski sanni annað og þessi gagnrýni
sem að birtist ekki bara sko hér innanlands, heldur líka í samanburði við, eins og þú segir, alþjóðastofnanirnar og alla hægri sinnuðu kollega Bjarna út allan heim, sem eru allir miklu sko progressívari í aðgerðum heldur en íslenska hægrið, sýnir svo, hvað segja, þetta er bara vandræðaleg staða, að íslenska hægrið, það er svona 20 árum úrelt. Það er ennþá að spila eftir einhverju handbók sem er sko löngu búið að henda út gluggann alls þar í kringum okkur, og þetta birtist náttúrulega konkrétt í því að fyrstu aðgerðirnar sem var gripið til núna í vor voru bara teknar úr hillunni frá sko síðustu kreppu og splæst einhverjum milljörðum í að millistéttin geti keypt sér nýjar eldhúsinnréttingar í hérna allir vinnaverkefni, þegar við stóðum ekkert frammi fyrir hruni í byggingariðnaðinum þá, heldur í alls konar öðrum greinum sem að ekki var sko dælt peningum inn í. Og þetta er náttúrulega, þetta er vandamál hjá VG bara eins og hjá rosalega mörgum öðrum og virðist vera öllum sem að stíga inn í stjórnarráðið með Sjálfstæðisflokknum, að rétta Sjálfstæðisflokknum bara svona nánast eins og þessi náttúrulega mál, lyklana að efnahagsmálum, af því að hann sé flinkastur í því. Þrátt fyrir hrunið sem var ílega hrun efnahagsstefnu Sjálfstæðisflokksins árin á undan. Já, ég meina þetta er einhver áratuga heilaþvottur sem við þurfum að jafna okkur á, en það er vonandi að fara að rofa til þegar að fólk sem að stendur svona meira hægra megin í lífinu farið að benda á að hagfræðin sem að er dælt út úr Valhöll, hún er ekki bara úrelt, hún er hreinlega skaðleg. Sólveig Anna, þetta er nú fólk sem að þú ert svolítið mikið að eiga orðastað við, íslenska hægrið, og sem er hér lýst sem sérdilis vondu hægri, að þessu skárri hægrin víðaskar, það er allavega eitthvað deiglaðar, það eru svona endurskoðun hugmyndina, en það verið ekki hafa náð til Íslands. Kannt þú að sjúkdómsgreina íslenska hægrið? Ég heyri ekki alveg í mér. Jú, íslenska hægrið er náttúrulega mjög veikt, en ég get nú ekki verið sammála því að önnur hægri séu endilega eitthvað svona sprækari eða heilbrigðari. Við náttúrulega horfum í kringum okkur, horfum á bara svona ástand veraldarinnar, og þá náttúrulega hlýtur okkur að vera ljóst að nýfrjálshyggjan og þessi svona rosalega svona brútal útgáfa af kapitalismanum sem hefur fengið að tröllríða öllu síðustu áratugi hefur náttúrulega komið okkur á stað þar sem að bara mannfólk og lífríkið allt er bara í stórkostlegri hættu, og svo ofan á þessi svona efnahagslegu þessar efnahagslegu hörmungar sem leiddar eru yfir alþýðu veraldarinnar alltaf með annarkvort reglulegu millibili, ef við erum heppin og búin svona á sæmilega svona, já ég veit ekki, ef við búum nálægt jaðri, nálægt svona hvað getum við sagt, svona uppsprettunum, þá fáum við svona mildari útgáfuna og verðum því fyrir kreppunum svona vissulega með reglulegu millibili, en náum kannski svona jafn okkur eitthvað inn á milli, en svo náttúrulega stórpartur mannkyn sem að býra þetta bara í viðvarandi hryllingsástandi, ofan á þessi efnahagslegu brjálsemina erum við náttúrulega að horfa upp á bara svona fæðingu bara fasískra hreyfinga allstaðar í kringum okkur, og það náttúrulega hlýtur að valda öllum bara stórkostlegum áhyggjum, og það hlýtur að valda okkur stórkostlegum áhyggjum að sjá svona hvernig viss partur af Sjálfstæðisflokknum og svo Miðflokknum ætla greinilega að fara í einhverjar atkvæðakeppnir út á bara svona þessa fasísku tendensa sem að vaxa því miður og dafna. En já, íslenska hægrið er vissulega mjög skrítið og mjög veikt, og ég held að það sem að Sunna var að segja í upphafi þessi svona önnur markmið sem að eru auðvitað bara í gangi, það er auðvitað bara mjög raunverulegt, við þurfum að fara varlega í því þegar við förum að telja okkur trú að það sé ávallt verið að gera einhver mistök, en ég meina auðvitað eru mistök gerð, og auðvitað hegðar hægrið sér oft með þeim hætti að það gengur of langt,
hátt og verður oft á endanum svona sinn versti óvinur þegar það gengur fram af kjósendum og almenningi. En ég meina seðlabankastjóri og fjármálaráðherra trúa ekkert á þessi svona tilfærslukerfi, þau trúa ekki á það eigi núna að nota þau, að það eigi að gefa bara verulega í varðandi bótakerfið. Þeir trúa ekki á það sem við höfum kallað svona launadrifinn hagvöxt, að með því að gefa fólki sem er svona neðarlega í ekonomísku fæðukeðjunni meiri krónur til þess að moða úr, að það sé svona leiðin til þess að koma okkur hraðar einhvern veginn út úr þessari kreppu með því að viðhalda og örva svokallaða, hvað heitir þetta, eftirspurn. Þeir trúa bara ekkert á þetta, en þeir hafa sýnt og sannað ítrekað að þeir trúa á það að gefa fólkinu sem hefur nú þegar allt sem það þarf og miklu meira, gefa þeim meira. Þeir bara aðhyllast þá hugmyndafræði að þau ríku verða aldrei nógu rík og þau fátæku eru í þeim huga einhvern veginn hafa of mikið á milli handana. Þannig að þá náttúrulega endum við á þessum svona stórkostlega furðulega en kannski svona fyrirsjáanlega stað, að hér á bara einhvern veginn að keyra svona hlutina áfram með þessum hætti. Og ég held líka að ein af ástæðunum fyrir því að við erum á þessum ömurlega stað, að fullt af fólki að fara að detta inn á strípaðar bætur sem eru svo lágar að það getur enginn komist af án þeim. Fólk sem var áður en að þessi ógæfa dundi yfir bara allslaust og eignalaust. Fólk sem að bókstaflega nota allar krónurnar sínar í að greiða húsaleigu. Þetta fólk náttúrulega svo ótrúlega, stór hópur þeirra er aðflutt fólk sem ekki með kosningarétt á þessu landi og það bara sannast núna, það sannast algjörlega núna að í augum þeirra sem að fara með völd á þessu landi, í augum þeirra sem að fara með völd inn í samtökum atvinnulífsins, í augum þessara manna og kvenna þetta líka, sem að bara líta á sig einhvern veginn sem svona eigendur þessar lands, þetta bara fólk sem að á bara einhvern veginn ekkert skilið. Það bara sem ódýrt vinnuafl til þess að keyra áfram hagvaxtarmaskinuna þegar að það hægt að keyra hana áfram, og svo þegar þetta gerist að maskinan bara stoppar á þennan hátt sem hún gerir, þá ætla þau sér ekkert að gera fyrir þetta fólk, vegna þess að þau vita að við erum að fara inn í þetta bara langvarandi og djúpa kreppu, og það ekki nema að það verði farið í stórkostlega atvinnu uppbyggingu af hálfu hins opinbera sem það verður þörf fyrir allt þetta vinnuafl, og það ein af ástæðunum að mínum að það ekki verið að hækka bæturnar og svo framvegis, vegna þess að þau vilja náttúrulega bara, nú bara segja þetta því ég trúi þetta sé sannleikurinn, þau vilja að stór partur af þessu fólki bara einfaldlega fari úr landi. Þau vilja bara losna við stóran part af þessu fólki, að þetta fólk sé ekki að íþyngja kerfinu eins og þau náttúrulega sjá það. Og þess vegna á að vera með þennan ógeðslega brútalisma, hanga bara einhvern veginn í honum, tryggja það að þau sem að skipta máli, sem millistéttin, Íslendingarnir sem að munumæta á kjörstöð og svo framvegis, tryggja að þau finni bara sem minnst fyrir þessu, og bara að vona að það, að vona bara að þau komist upp með það. Það bara, held ég, bara ástæðan fyrir svo ótrúlega mörgu. Viðar, einn hópur tekjulágra fólk sem atvinnulaust, það 20.000 manns, og svo náttúrulega fólk sem á lægstu launum líka tilheyrir þeim hópi, ég veit ekki hvað það þetta. Áætla þessu margir, síðan við með öryrkja sem eru 18.000 og örugglega 16.000 þeirra bara á allra lægstu tekjunum, og svo það eftirlaunafólk þar sem eru 20.000 sem eru á tekjum sem að vart duga fyrir framfærslu. Myndirðu telja að nú væri tilefni til þess að bæta kjör þess hóps? Ég nefndi þetta vegna þess að láglauna fólki hefur ágætan málsvara hér sem Sólveig Anna, og ég hlustaði á Guðmund Inga í þinginu í dag vera að tala jólabónus til öryrkja.
Ég dundaði með að reikna það því að Bjarni Benediktsson var þar til ansvara og ég bjóð til bara svona venjulegan öryrkja, ekkert allra lægst launaða, að hann fær 45.000 króna jólabónus og hann fær að halda eftir svona innan við 10.000 krónum að því. Fjármálaráðurinn sem var að svara, hann fær 185.000 króna jólabónus og hann heldur eftir í rétt rúmlega 100.000 krónum. Þannig að hann fær 10-faldan jólabónus á við öryrkjan sem hann var að segja að væri ekki tilefni til þess að breyta neinu í þessu kerfi. En ég býst við að raunverulega sama eigi við eftirlaunafólk. Já, það er mjög ánægjulegt og mikilvægt að á þessi umræða koma af stað og þessi umræða sem verður núna út af atvinnuleysisbótum eða launum sem fólk fær sem í atvinnuleit, hún raun og veru varpar mjög skýru ljósi á hlutskipti eldra fólks sem á eftirlaunum frá lífeyrissjóði eða frá almannatryggingum, því að því fólki ætlað að lifa á mun lægri upphæðum heldur en þeir sem fara núna á atvinnuleysisbætur og geta ekki lifað á því. Og þetta sem að þú minnist á með jólabónusin líka kristallar þessa stöðu, því að þegar að búið að veita hann jólabónus, búið að greiða skatta af honum og svo þegar hann komið líka til skerðinga á launum frá Tryggingastofnun, þá efast ég að dæmið sé rétt hjá þessi 10.000 eftir, ég held að sé nánast ekkert eftir þá. Hann hverfir raun og veru alveg, þannig að þetta fólk ekki að fá neitt jólabónus. Og þegar við lítum á stöðu eldri borgara að þá raun og veru, það alltaf verið að tala eða Sjálfstæðisflokkurinn og fjármálaráðherra að tala alltaf eins og þetta fólk sé að fá 300.000 úr ríkissjóði á mánuði. Það svo fjarri öllum sannleika því að fullar bætur án skerðinga 256.000 krónur rúmar og þegar búið að borga til skatt þá það rúmlega 200.000 krónur eftir. Þannig það enginn að fá 300.000 fyrir utan það ekki nema nokkur 100 manns eða örfá þúsund allavega sem að fá full eftirlaun frá Tryggingastofnun. Það allir meira og minna stertir. Þetta fólk sem búið að nörgla saman í lífeyrissjóði, oft fólk sem hefur verið á lágum launum í gegnum tíðina og þetta fólki sem að Sólveig Anna að tala sem að hún í forsvari fyrir. Það fólk búið að nörgla saman í lífeyrissjóð og trúði því lengst ævinar að það væri að safna sér í sjóð til að geta átt aðeins skárra ævikvöld. En þá lögunum breytt svona eins og þeirra skiptum hesti miðri á og skyndilega þetta gert og á forræði Sjálfstæðisflokksins og fjármálaráðherra, því að Sjálfstæðisflokkurinn hefur raun og haft töglin og haldirnar í fjármálaráðuneytinu svo lengi sem elstu menn muna, að þá allt í einu breytt kúrs og sagt nei, þetta fyrsta stoð, það lífeyrissjóðurinn og hitt svona uppbót. Og síðan fólki haldið niðri alltaf þegar verið að segja, Óli Björn Kárason kallaði þetta í sjónvarpskappræðum sem ég tók þátt í, kallaði þetta milljónafólki, það mætti nú ekki láta milljónafólki fá almennileg eftirlaun frá Tryggingastofnun, en þetta milljónafólk hans bara örfáar hæður. Og það óforsvaranlegt að halda megninu af fólki í undir fátæktarmörkum af því að nokkrir milljarðamæringar megi ekki fá einhver eftirlaun frá Tryggingastofnun. Ef reikningstæmið þannig að það kosti það að þeir fái þessi þokkaleg eftirlaun frá almannatryggingu, þá ég alveg til í það. Ef hinn 20.000 fái þá allavega eitthvað til að lifa af, þannig að þau geti lifað sómasamlegu lífi. Það var líka mjög auðvelt. Það mjög auðvelt við að ná þeim peningum aftur í gegnum skattkerfið. Ég myndi að koma hugmyndin að því. Það bara mjög einfalt að þeir sem með 1.000.000 krónur í eftirlaun, samanlagt, þeir geta þá bara fengið 100% skatt. Og þá komum við að skattkerfinu. Skattkerfið umbunnar alltaf þeim ríku en ekki þeim fátækum. Skatturinn ósvífnari og seilist dýpra í vassana hjá þeim sem hafa minna á bítum og miskunnarlaus
í framferði þar. Þetta til að mynda var ágætis kunningi minn sem að þetta gerist á hverju ári að á vormánuðum þá reiknað út hvort einhver hafi fengið ofgreitt frá Tryggingastofnun. Og ágætis kunningi minn hafi reynst þegar það var búið að stela skattaframtalinu og það er einhver sérfræðingur Tryggingastofnun búin að lesa allt skattaframtalið yfir og reiknað út hann að við fekk 36.000 krónum og mikið á síðasta ári frá almannatryggingum. Og þá byrjar vinna fjölda manns við það að reikna út og finna út úr þessu, skrifa bréf, senda honum, finna út hvernig er hægt að ná aftur þessu peningum frá honum. Síðan þarf skatturinn að endurreikna skattinn og svo senda honum bréf og tilkynna honum það hvernig hann fyrir nú að borga örlítið meira í skatt til þess að 36.000 krónur stíli sér aftur í ríkissjóð. Þessi svakalega vinna við það að reyna hafa upp á þessum skattsvikara sem hafði óvart fengið 36.000 krónum og mikið frá Tryggingastofnun, að ég efast að það hafi verið vinnunar virði. Það hvað útgjaldi voru við það bara að vinna þessa vinnu og fara eftir öllum formlegu leiðunum, láta endurskoðendur skoða þetta, senda bréf bæði frá Tryggingastofnun og almannatryggingum. Að þetta að halda þúsundum manna og fólks sem komið á síðasta æviskeiðið undir fátæktarmörkum gjörsamlega út úr öllu korti og það ekki í samræmi við nokkuð sem við tölum og köllum mannsæmandi í þessu samfélagi. Það að það sé orðið slík kjaragliðnun á milli lægstu launa og þeirra sem eru komin á eftirlaun að það munar 90.000 krónum núna áramótin og þetta verður bara augljósara þegar Eflingu og fleirum tókst að hífa örlítið upp lægstu launin sem ekki var vanþörf á og þá sjáum við og vitum að það varla hægt að lifa á lægri launum en þeim. Að svona stórum hópi ætlað að lifa 80-90.000, það bil, fá 3/4 af því sem teljast vera lágmarkslaun í landinu. Það auðvitað gjörsamlega útröldu korti. Það svo auðvelt að nota skattkerfið og við þekkjum þetta bara hvernig auðlindirnar okkar hefur verið mokað í vasa útvalina, að við erum ekki að fá afgjaldi þar. Að það vegna þess að það alltaf verið að forðast að nota skattkerfið til kjarajöfnunar og það væri hægt ef Óli Björn Kárason og þessi þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem sjá ofsjóni yfir því að einhverjir af þeirra vinum skuli fá einhvern pening frá almannatryggingu og það geta bara náð því aftur með skattkerfinu. En hlíft fólki sem að lepja dauðan úr styr. Við skulum ekki gleyma því að margir sem ég þekki af eldri borgurum eða svona hópur af eldri borgurum sem ekki fór illa úr bankahruninu síðasta, var svikið í gegnum lífeyrissjóðakerfið og á leigumarkað í dag eins og margir sem eru láglaunafólk og að borga að húsaleigu á sama tíma og þú ert að fá eftirlaun frá almannatryggingum. Það raun og veru ekki hægt þegar þú ert kannski að fá 250.000 á mánuði til að lifa á. Sunna, upphafi kórónukreppunnar þá kom fram að kórónufaraldurinn dró fram mikinn ójöfnuð í samfélagunum og það var svona smá von að það gæti kannski orðið til þess að stjórnmálaumræðan myndi snúast meira svona réttlæti í framhaldinu. En svona miðað við þennan hring hjá ykkur að þá virðist Sjálfstæðisflokkurinn og svona þeir sem eru með svona svipað línu og hann eiginlega vera forherðast í því að halda óbreyttri stefnu framundan, áfram. Sólveig Anna sagði að Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn virtist vera svona aðtókvæmt gætu varið þetta einhvern veginn með einhverju svona fasískum tilburðum kannski með því að láta næstu kosningar snúast útlendingaandúð eða eitthvað í þá veruna. Hvernig sérðu fyrir þér, nú eru tæpi 10 mánuði til kosningar, sérðu fyrir þér að kosningarnar verði á þessum grunni eða sérðu fyrir þér að fólki takist að láta stjórnmálaumræðina snúast kröfuna réttlátt samfélag? Það fer kannski svolítið eftir í hver fær að eigna sér umræðinu og það því miður þannig að Sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega með mjög sterka kosningavél sem að hann bara
setur lykil í, kveikir á og kemur í gang þegar það kemur að því að fara í kosningar og getur orðið ansi allsráðandi í umræðinu og hefur náttúrulega ýmis málgögn líka til þess að koma sinni sína framfæri og það hefur Sigmundur Davíð verið duglegur við að gera líka. Og það sem ég kannski hægt að segja okkar flokkar, svona þessa framsæknu flokkar sem að vilja einhvers konar félagslegt réttlæti og framgang á Íslandi þegar kemur að bara hagsmunum almennings, almannahagsmunum frekar heldur en sérhagsmunum. Það að við erum einhvern veginn ekki nóg duglega, ekki nóg klára eign okkur umræðina að taka yfir sviðið og ná eyrum almennings með okkar skilaboð. Og það eitthvað sem að liggur á okkur og okkar ábyrgð að koma betur til skila í þessum kosningum heldur en okkur hefur tekist hingað til. Og við búum að vissu leyti vel út af því að núna höfum við að minnsta kosti eitthvað fyrirvara. Báðar þær kosningabaráttur sem ég hef tekið þátt í hafa borið mjög brátt að og það hefur verið mjög lítill tími til þess að ræða málina einhverju dýpt. En mér finnst þetta að skipta gríðarlega miklu máli. Það sem að Sólveig að segja að Bjarni Benediktsson og vinur hans í samtökum atvinnulífsins að þeir trúa ekki á þessi tilfærslukerfi. Ég held að þetta sé meira heldur en það. Þeir trúa bara á samfélag þar sem eru winners and losers eða sem sagt vinningshafar og taparar og fyrir þeim þá raunveruleikin bara þannig að sumir eru bara fátækir og það ekkert hægt að gera til þess að uppræta fátækt. Þetta bara svona og aðrir eru ríkir og þeir eru það út af því að þeir eiga að skilið. Þeir eru einhvern veginn betri manneskjur heldur en fátækt fólk. Svona hef ég upplifað að þeirra grunnhugmyndafræði, það bara það ekkert hægt að gera í fátækt. Hún bara þarna, hún bara hluti af hinum almenna raunveruleika mannkyns að það verður bara einhverjir taparar og það verður einhverjir vinnarar og það bara eins gott að halda sig í vinningsliðinu og það verður allt í lagi með þig. Passaði bara að verði ekki einhver tapari. Og svona þetta þessi hugarheimur sem þeir búa við og þetta náttúrulega flest allt fólk sem hefur aldrei þurft að vinna fyrir neinu og fæddust svo kallaðir vinnarar í sínu lífi. Svona þessi silfurskeiðungar sem við köllum það á stundum sem að hafa ekki þurft að vinna fyrir sér og sínum hag, sem að hafa ekki þurft að vinna fyrir því að fá tækifæri í lífinu og hafa alltaf einhvern veginn fengið allt upp í hendurnar á sér. Þau eiga mjög erfitt með að setja sig í spor annarra og þeim finnst þau bara eiga tilkall til valda, þeim finnst þau eiga tilkall til gæða samfélagsins og það sést á hvernig þau koma fram. Ég meina Bjarni Benediktsson, hann sagði það fyrir síðustu kosningar að 70% Íslendinga væri bara baggi á skattkerfinu. Og þetta sagði hann bara nokkrum dögum fyrir kosningar og hann komst einhvern veginn upp með þetta og þessi 70% voru ekki bara brjáluð. Það sem hann var að benda á, þetta að væri bara efstu 30% sem skiluðu einhverjum jákvæðum hagnaði í ríkissjóð. Þetta sagði hann. Þegar það var verið að gagnrýna hann fyrir það að efsti tekju fimmtungurinn, hann var búinn að sleppa langt best út úr skattahækkunum síðastliðna ára. Þá notaði hann það til þess að verja sig að þessi hin 70% þarna, þau væri bara baggi á skattkerfinu. Þetta væri bara einhver raumingjar sem að skiluðu einhver til okkar og ætti þar að leiðandi ekkert að vera að biðja einhvern skattaafslátt eins og efstu prósentin. Þetta sagði hann á opinberu fundi og Mitt Romney sagði þetta á lokuðum fundi í Bandaríkjunum að tekja upp og eiginlega ennþá að þurfa, hann ennþá haltur eftir að þetta varð upplýst. En þetta þykir bara í lagi hér. Þá langar mig að spyrja þig, Sunna. Nú Sjálfstæðisflokkurinn ekkert svo stór flokkur. Það svona á góðum degi það 1/4 kjósenda sem að gæti mögulega kosið. En ekki þetta grunnurinn í hugmyndastefnu annarra flokka. Hvernig stendur á því og ég býst við að mér inn í Sjálfstæðisflokknum, þú tekir kjósendur hans að þá væri kannski ekki nema 1/3 þeirra sem að gengjust við þessari trú. Hvernig stendur á því að þetta umverulega þjóðtrúin á Íslandi að það eigi að styðja hina ríku og sterku og það megi ekki hjálpa hinum veiku, fátæku og valdalausu því að það myndi mögulega skemma samfélagið? Í fyrsta lagi þá leyfa þeir okkur aldrei að tala á þessum forsendum vegna þess að móðgunargirnin og hneykslunnar tónnin sem að kemur alltaf í Sjálfstæðismennum leiðum að minnist á bara hina raunverulegu hugmyndafræði sem að baki allar þessara aðgerða sem þið standa fyrir, kemur í veg fyrir að fólk þori að taka þátt í opinberu umræðu hvaða stefnu raunverulega verið að framfylgja á Íslandi. Það sést bara þegar ég talaði til dæmis tvöfalda siðgæðið á Íslandi, að það væri aldeilis ekki sama. Jón eða séra Jón, þegar kemur að því að sæta afleiðingum á Íslandi, að bóta þegar sæta sífellt eftirliti,
að minnstu, einmitt eins og við var að koma inn á áðan, að minnstu einhvern veginn rangfærslur í einhverju skattayfirliti geta fært yfir bara hörmungar yfir einstaklinga í þessum bótakerfum, en Bjarni Benediktsson, hann getur verið með aflandsreikninga í Panama og það gerist ekkert fyrir hann. Og Ásmundur Friðriksson, hann getur keyrt landið þvert og breytt fram og tilbaka og ef einhver dirfist að benda á að það sé nú bara tvöfalt siðgæði að hann sé ekki rannsakaður en að bótaþegar séu rannsakaðir, að ellilífeyrisþegar séu rannsakaðir, þá skal sú sama kona bara dregin fyrir siðanefnd og skömmuð fyrir það. Og stendur einn þingmaður utan Pírata upp og segir, heyrðu, þetta gengur ekki. Nei, út af því að nákvæmlega eins og Andrés Ingi benti á, þá lotningin fyrir Sjálfstæðisflokknum, fyrir þessari samtryggingu, fyrir þessum endalausu já, við skulum nú passa að vera ekki á dónaleg við Sjálfstæðisflokkinn. Hún svo mikil, hún svo allsráðandi, þessi meðvirkni, að við komumst ekkert áfram með að tala hvað raunverulega í gangi. Vegna þess að þá mæti móðgunarmaskinan og segir, ertu að dirfast að ásaka mig lögbrot? Ég bara, nei, ég er að segja að það er rannsakaði fyrir mögulegt lögbrot. En það má ekki. Það búið að gera það bara mjög skýrt og það stendur enginn með sannleikanum í þessu landi. Það vandamálið. Og þess vegna fær þetta halda áfram út af því að það svo mikil þöggunarkúltúr og þessi einhvern veginn viðhaldi að því að við eigum allir að vera svo kurteis og góð hvert annað. Á meðan að það verið að níða fólk niður út allt samfélagið að það skuli passa að vera kurteis við Bjarni Benediktsson og Ásmund Friðriksson til þess að rugga nú lengur bát og fá ekki á okkur suss og skammir eða vera elt út fyrir landsteinana til þess að fá ekki einhverja ritstjórastöðu í Skandinavíu. Þeir sýna það bara, þeir hefna sín á þeim sem að dirfast að gagnrýna og þeirra stefnu, þeir eru aldrei heiðarlegir með sín eigin stefnu og þegar að fólk bendir heiðarlega á hver þeirra stefna þá fyrir maskaninu ganga að ræja persónu þeirra mannesku sem að bendir að það. Þetta það sem að gera það svo erfitt að díla við þetta fólk. Við þurfum bara að vera duglegir með að standa með hvert öðru og láta aðeins flokkadrættina til hliðar þegar kemur á svona árásum og til því að þeir standa alltaf saman. Við vinnum aldrei ef við stöndum ekki alls saman og verjum hvert annað þegar það verða að ráðast á okkur. Þetta líka bara stórt vandamál. Guðmundur Andri, því að þú nú sagnamistari sem að, ég ætlaði að segja slísast inn á þing, það náttúrulega ekki rétt að orða þannig, en fórst inn á þing. Þetta hljómar nú svolítið eins og sem verið að lýsa því að við lifum öllur inn í sögu Sjálfstæðisflokksins og þar af leiðandi náttúrulega endar alltaf vel fyrir hann en illa fyrir okkur því að við erum eiginlega fangin inn í sögu valdastéttarinnar eða stórbóndans við vinnufólkið. Já, ég datt inn á þing, skulum við segja, og enn í fallinu. Já, sko, var ekki Matthías Jóhannesson sem að líkti Sjálfstæðisflokknum við kirkju. Sjálfstæðisflokknum væri stór kirkja þar sem vítt til lofts og hátt til veggja og þar rúmast öll sjónarmið. Það var einhvern veginn það sem að hann sagði. Það enda kirkja sem að Styrmir Gunnarsson og fleiri eldri sjálfstæðismenn að gráta í dag vegna þess að þeir kannast ekki við Sjálfstæðisflokkinn eins og hann í dag. Hann sé bara hörð hagsmunagæsla fyrir með allra ríkust í dag. Ekki lengur nein fjöldahreyfing eða nokkuð skapað hlutur. Já, nákvæmlega og þetta það sem að sko svona sáu ritstjórar Morgunblaðsins fyrir sér flokkinn sinn þar sem þeir voru svona nokkuð skonar kardínálar, svona næstum páfar, já kannski voru þeir bara páfar í þessari stóru og miklu kirkju og sem að rúmaði allt samfélagið og það að kjósa Sjálfstæðisflokkinn það einhvern veginn jafngilti því að þú í rauninni að kjósa bara líf þitt. Þú bara að kjósa garðinn þinn og bílinn og fjölskylduna og nágrannana og göngutúrana þína og fara í sund og þetta alls saman bara kvundaginn og þú að kjósa sko normalitetið, normið. Sjálfstæðisflokkurinn var normið. Allt hitt, allir hinir flokkarnir, þeir voru abnormal, þeir voru sem séð, þú varst komin út á viltasvæðið þá, leið og þú hafnaði Sjálfstæðisflokknum, þá varst orðin pólitísk manneskja og þú varst komin út á einhvern vildsvæði, þar sem að allir eru að rífast og garga og reyta hári hver og öðrum eins og Sunna vék kannski eitthvað að þessi sundrung okkar á vinstri kantinu. Sko, þessi náttúrulega mynd var aldrei sönn í raun og veru, þó að vissulega væri þarna innan Sjálfstæðisflokksins fullt af fólki sem að sko ekki voru kannski
ekki voru stóratvinnurekendur, þarna voru smáatvinnurekendur, þarna voru menn í alls konar litlum atvinnurekstri og þarna var fólk sem var verkafólk og sjómenn og bændur og allar stéttir áttu þarna sína fulltrúa vegna þess að þau sameinuðust einhvern veginn ákveðna hugmynd sig sem þjóð og hugmynd okkur sem samfélag, stétt með stétt og við gerum þetta saman og Íslandi allt og það var svona væg þjóðernishyggja og gleymum því ekki að Sjálfstæðisflokkurinn hann á sér rætur í því að flokkarnir í sjálfstæðisbaráttunni, borgaralegu flokkarnir í sjálfstæðisbaráttunni, þeir saminuðust og svo verða til flokkur bænda og flokkar alþýðu og verkamanna. Þannig að þetta svona hinn borgaralega breiða hreyfing sem sameinast þarna en þarna héldu alltaf sko valdataumana í þessum flokki, það var bara auðvaldið sem að flokknum var stjórnað af auðvaldinu og þannig hefur það alltaf verið og þannig það enn og þeir sem að fara þeir sem að ganga til samstarfs við þennan flokk þeir einhvern veginn komast að því fyrir að síðar hvernig þessu háttaður raun og veru. Ég held að þegar Samfylkingin gerði þau mistök 2006 að fara í stjórn með Sjálfstæðisflokknum vegna þess að sko þá þetta var náttúrulega þetta var kannski önnur samfélking en í dag og við öll kannski hugsuðum öðruvísi þá á þeim tíma en við gerum í dag en sko ég held að fólk hafi einhvern veginn talið að leið og Davíð Oddsson var orðinn úr formannsstólnum þá væri einhvern veginn komin Sjálfstæðisflokkur með manneskjulega ásjón og þarna væri Pabbi hættur að vera fullur á heimilinu Pabbi hættur að vera fullur og pabbi bara komin í kojuna og við erum laus við hann og nú bara elsti sonurinn tekið við og hann svo ágætur en þetta var svolítið sko eins og sko Geir Haarde sem forsætisráðherra eftir Davíð Oddsson var það bara ekki dálítið eins og Egon Krenz eftir sko fall múrsins og svona álíka gæfilegt og álíka lífanlegt og það fór náttúrulega eins og það fór vegna þess að sko þessi flokkur breytist ekki og það ekki hægt að vinna með honum og það ekki hægt að koma á umbótum í íslensku samfélagi, það bara ekki hægt að koma neinu áleiðis nema hann sé bara settur til hliðar í svona kannski 10 ár, þá hægt að gera eitthvað. Við reyndum þetta sem sagt VG og Samfylkingin í stjórninni eftir hrunið og fengum 4 ár til þess að sko reisa við efnahag landsins eftir efnahagshrun og síðan að setja landinu nýja stjórnarskrá og ganga í Evrópusambandið og taka á gjafakvótakerfinu og þetta var náttúrulega dálítið mikið fest í fang og gekk svona, kannski ekkert að þessu og fyrir utan náttúrulega heimilin að Skjaldborgin og það allt saman. Sko, við verðum að fá lengri tíma, við verðum að vinna betur saman og við verðum að vera samhentari og við verðum að vera klárari á því sem við ætlum að gera, við verðum að skipuleggja það betur og við verðum að skipuleggja það til svona 10 ára þegar við komumst í stjórn eftir næstu kosningar. Ok, Andrés, þetta var eiginlega þér. Þú ert að lýsa því að raunverulega á þinginu þá væri það veröld Sjálfstæðisflokksins og svo höfum við farið þennan þing með þetta. Og þegar Guðmundur Andri að lýsa þessu svona guðspjalli þeirra Matthíasar og Styrmis Sjálfstæðisflokkin sem svona vettvang málamiðlana í íslensku samfélagi og allt þetta. Að það svolítið sorglegt ef að þessu trúa í þinginu því að hvorki Matthías með Styrmir trúi svo lengur sko. Þeir eru löngu búin að sjá að þetta bara á engan hátt við í dag. Hvað að þingheimi ef að hann eiginlega einu börnin á Íslandi sem trúa þessu ennþá? Ekki við. Sko ef það mér að kenna við erum búin að tala Sjálfstæðisflokkin í 3 korter þá biðst ég bara afsökunar en sko, mér langar aðeins að bakka í þennan frábæra sprettanar Sunnu áðan vegna þess að sko, ég held að flokkurinn sem slíkur sé ekki endilega vandinn upp á vinnuna en á þingi heldur bara þessi kúltúr inn í honum, móðgunarkynnin sérstaklega
sem að við erum farin að sjá smita frá sér yfir á samstarfsflokkan og þetta var eftir að vera svakalegt vandamál í vetur. Þetta varð strax mjög mikið vandamál í sumar þegar að, hvað var það ekki, Þórólfur sjálfur sem að sagði á nokkrum þríeykisfundum í röð, heyrið, við leggjum bara til sóttvarnaráðstafanir, svo þarf pólitíkin bara að koma inn og taka ákvarðanir sem að pólitíkin þarf að taka og ekkert gerðist pólitíkur megin, þannig að einhverjir í stjórnarandstöðu sögðu, hei, ekki ráðherrarnir að fara að stíga fram og fronta aðgerðir. Og þá voru fyrstu viðbrögð alveg rosaleg móðgunargirni og fólk bara sakaði að vera popúlistar að segja það sem að Þórólfur var bara að sárbæna fólk að gera. En á sama tíma fær Sigríður Andersen að sigla upp og núna er hún búin að stofna eitthvað kaffiklúbb með Brynjari Níelsinni og alls konar liði sem er bara harðasta gagnrýnin á sóttvarnaaðgerðir stjórnvalda. Og þetta er Sjálfstæðisflokkurinn að gagnrýna sína ríkisstjórn og sitt fólk bara miklu harðar heldur en nokkrum öðrum dytti í hug. En móðgunargirninni er allri splæst í fólkið sem að nálgast þetta málefnalega og kemur úr stjórnarandstöðuflokkunum með einhverja uppbyggilega punkta. En hann á þetta og má þetta, það er eiginlega það svona að segja. Það má gagnrýna sem að þú mátt ekki. Já, og síðan er þessi hólfaskipting, okkur finnst dálítið gaman að tala Brynjar og Sigríði og Ása og þetta fólk sem er einhvern veginn á jaðrinum, en við megum ekki leyfa því að vera fjarvistasönnum fyrir flokkin vegna þess að við tökum þungunarofið. Ási segir verstu hlutina en Bjarni greiðir atkvæði alveg eins og hann í þungunarofsmálinu. Eða útlendingamálin. Ási og Sigríður eru með svona augljóslega verstu afstöðuna. Áslaug Arna og Bjarni Ben, þau eru á nákvæmlega sama stað. Þannig að þegar kemur að því eins og Sólveig Anna nefnir að hrinda öllum innflytjendunum úr landi af því að við höfum ekki pláss fyrir þau lengur eins og þau vilja þarna í stjórnarráðinu, það er engin munur á neinum í Sjálfstæðisflokknum með það. Þau vilja að við einbeitum okkur að innsta kjarna fyrst. Sólveig Anna, ég spyrir þig aftur að þetta er fólki sem að þú ert að glíma við og stundum semja við, stundum að deila á. Það á sér svona birtingarmyndir út á vinnumarkaðnum og í áróðusmaskinum auðvaldsins eins og SA og viðskiptaráðs og svo gefa þú hellinga blöðum og það er deilt á þig og þú deilir tilbaka á leiðara í Mogganum og Staksteina og í Fréttablaðinu og Viðskiptablaðinu og öðru slíku. Og svo þessi raunveruleiki sem er inn á þingi sem að þau eru að lýsa. Þú horfir inn á þingið og sérð svona viðbrögðin við auðvaldsflokkunum þar og svo kannski úti í samfélaginu. Er munur þarna? Er eitthvað svona er það erfitt að vera hluti af þinginu þar sem er einhverja svona etikettur hegðun og svona einhverjir hefð fyrir því að allir dansi eitthvað svona menuett og kalli hvern annan háttvirtan og annað slíkt, heldur að getur þetta valdið því og svo vinnuðu saman í nefndum og allt þetta getur það verið að þingi verði einhvern veginn svona samdauna þeim leikreglum sem að Sjálfstæðisflokkurinn og auðvaldsflokkarnir setja? Já, það bara má vel vera. Ég bara veit ekki. Þetta er náttúrulega mjög ábyggilega áhugavert svona vinnuumhverfi að vera inn í, en það sem er náttúrulega að mínu viti stóri vandinn sem að við erum öll að glíma við er náttúrulega þessi svona efnahagslega hugmyndafræði sem að hefur fengið að ráða ríkjum. Burt séð svo frá því svona hvernig fólk tekst á og svona öðrum svona skoðunum aðra hluti þá svo lengi sem það gerist, sem að hér náttúrulega ég bara fagna því að fólk er svona lýsa því yfir með mjög afdráttarlausum hætti að Sjálfstæðisflokkurinn sé raunverulega bara svo toxic að það sé ekkert hægt að vinna með honum og það bara komi alls ekki til greina. Ég vona bara að slík sannfæring og slík sýn endist fólki.
það er vandinn, að þegar að kosningarnar hafa gengið sinn garð og það er komið að því að plassera fólki einhvern veginn í valdastöðurnar, þá er bara tryggt einmitt að Bjarni Benediktsson komist inn í fjármálaráðuneytið og svo framvegis, og aðrir fá þá svona önnur ráðuneyti, þú veist, umhverfisráðuneyti fer þá einhvern veginn bara svona automatist til einhverja annara flokka, en sá sem að heldur raunverulega svona stjórnartaumana er náttúrulega manneskjan sem er sett í fjármálaráðuneytið, og svo lengi sem að það fær einhvern veginn að gerast, að það lendi hjá Sjálfstæðisflokknum, sem er núna, eins og hér hefur líka náttúrulega verið lýst og sem ég er alveg sammála, er náttúrulega orðin bara svona hagsmunagæslu aðili svona fjármagnseigenda, er bara það er hlutverk hans, þá kannski skiptir ekki svo miklu máli svona einhver umræðu hefð og svo framvegis, vegna þess að það er náttúrulega hrikalegasta sem að myndi að mínu, eða eitt af því hrikalegasta sem gæti gerst væri náttúrulega einhvern veginn að allir færu svona að hegða sér með öðrum hætti, og auðvitað, þú veist, Sjálfstæðisflokkurinn og Samstarfsflokkarnir létu svona af sko móðgunargirninni og svona færu meira einhvern veginn svona þykjast vilja tala hlutina á einhverjum málefnalegum forsendum, en væru samt bara áfram að praktisera sína stefnu, sko. Það er eiginlega verri tilhugsun. Má ég orðið aðeins öðruvísi spurninguna. Nú heyið þú baráttu utan þingsins og þau eru að heyja baráttu innan þingsins. Að mörgu leyti gagnvart sko sameiginlegum óvinni, að svipum óvinni sem við tvær birtingarmyndir. Verður varfið stuðning þingliðsins við ykkar baráttu? Nei, ég verð ekki vör við stuðning þingliðsins við okkar baráttu, og ég verð ekki vör við það til dæmis að þingliðið stígi fram til dæmis og taki þátt í okkar til dæmis gagnrýni gagnvart framferði samtaka atvinnulífsins og svo framvegis, og ég verð ekki vör við stuðning til dæmis við okkur þegar við höfum verið í okkar mjög erfiðu verkfallsaðgerðum, þar sem að við höfum náttúrulega þurft að þola alveg ótrúlegar svívirðingar, rógburð, lygar, ásakanir alls konar bara brjálæðislega hluti. Því miður þá hef ég ekki orðið vör við það, og ég held að það sé auðvitað líka svona partur af þessu svona íslenska andrúmslofti. Þú veist, það er búið að flokka alla svona niður í eitthvað svona hólf, og einhvern veginn það að svona stíga fram og styðja eflingu í sínum svona markvissu og róttæku og svona militant stéttabaráttu. Þú veist, það er svona einhvern veginn kannski ekki kósjör, til dæmis fyrir Guðmund Andra, ef hann myndi gera það þegar við vorum í verkföllunum, ég veit eitthvað hann hefði haft neitt áhuga á því, en við vorum í verkföllunum í borginni, þú veist, kemur þá ekki borgarstjóri næst þegar þeir hittast einhvers staðar og segir Guðmundur, þú veist, akkur ertu að styðja þessa vondu konu sem að ræðist að mér svona og er mér svo erfið. Þú veist, er það ekki líka einhvern veginn svona það, þú veist, að það er allir að passa svona, halda sig innan einhverja svona marka, og ég meina, þú veist, Björn Leví, hann beitti sér með einstaklega furðulegum hætti í einmitt verkföllunum í borginni, þar sem hann sagði að hann einhvern veginn gæti svona theoretically væri hann alveg svona með okkur sko í baráttunni, en honum hugnaðist ekki baráttu aðferðirnar sko. Þú veist, þetta er allt mjög skrítið. Ég vona að við getum svona að komist af þessum stað og gert það sem að Sunna var hér að segja og lýsa. Við getum staðið hvert með öðru þegar að við erum í þessum svona stóru og erfiðu baráttum, og það væri náttúrulega mjög frábært, en ég hef ekki einhvern veginn séð það gerast ennþá, en ég auðvitað ætla að bara að vona að það geti gerst og mun fagna því mjög innilega, en já, nei, ég menna það er bara svarið við þessari spurningu. Áður en að ég leyfi þingmönnunum að svara, því ég held að vilja það. Sunna, ég ætla aðeins að því að ég veit að þið vilju öll svara þessu sem er á þingi, þá langar mér að biðja Viðar að svara líka sambærilegri spurningu, hvort að í baráttu eftirlaunafólks fyrir sko réttlæti sem að
sem að gráu herrir gert en líka það sem gert bara til að krefjast fá góða framfærslu. Verðið var við svona samhljóm með þeim sem að berjast gegn sömu öflum inn á þingi? Máttu að segja já? Við verðum var við að þegar fólk hefur ekki meirihluta. Það að segja þegar fólk er komið í minnihluta, þá var einhvern veginn auðveldur að vera sammála baráttu eldri borgara, en þegar þeir eins og vinstrigrænir höfðu mikið bullandi stilninga válum eldri borgara áður en lentin í stjórn. Þetta minnir mig á þegar Þorgeir Þorgeirsson var spurður að því í gamla daga nýkominn frá námi í kvikmyndagerð hvort að hann hefði mætt einhverju stilningi þegar hann kom heim, og þá svaraði þessa góðu setningu: já, ég hef aldrei mætt neinu öðru en bullandi stilningi. Og það málið, það hefur mætt bara bullandi stilningi og engum aðgerðum. En þetta það sem svo hættulegt fyrir baráttuna ef að hún bara alltaf tekin upp arma sína af þeim sem eru í minnihluta hverju sinni. En þegar þeir komast til áhrifa þá gleymist þetta. Og það eitthvað sem gerist í svona stjórnarsamstarfi, þá var alltaf notað, við urðum að hafa málamiðlanir, og þá þegar kemur að málamiðlunum þá virðist þetta kjör fólks sem á undir högg að sækja í samfélaginu, þá það alltaf málamiðlunin að setja það á ís þau mál. Sunna. Hvað segir þú Það nú bara að rifja það upp að þingflokkur Pírata lýsti yfir stuðningi við verkalýðsbaráttu Eflingar þegar hún var í baráttu við borgina, að Dóra Björt var eini borgarfulltrúinn sem var tilbúin að tala við Eflingu einhverra hluta vegna þegar að þessar verkfallsaðgerðir stóðu yfir. Við höfum beitt margvíslegum fyrirspurnum til ráðherra kjör lægst launaðasta fólksins og atvinnuleysisbætur. Við höfum verið að koma með breytingatillögur til þess að hækka atvinnuleysisbætur til dæmis núna við fjárlög og sömuleiðis, og það kannski tengist ekki Eflingu beint en líka bara að lækka bætur, öryrkjabætur og ellilífeyrisbætur við núgildandi fjárlög. Við höfum reglulega verið með ýmis atriði sem tengjast bara styrkingu fólks á vinnumarkaði, eins og til dæmis bara frumvarp sem við höfum lagt fram lýðræðisvæðingu lífeyrissjóðanna sem við ætlum að leggja fram aftur og ýmislegt því tengt. Þannig við höfum allavega alltaf verið tilbúin í samtal. Ég veit ekki alveg, við mættum örugglega vera duglegri. Þú gafst svolítið upp boltan Sunna svona stuðningum það að þegar að sóttir af þér að þú fái stuðning og þegar sóttir af Sólveigu Önnu að hún fái stuðning. Þannig við erum kannski líka að tala slíka stuðning, það sem svona skilyrðislausari samstaða. Já, algjörlega. Og ég bara alveg sammála þar að við mættum vera duglegri við það að bakka hvert annað upp á því sviði. En ég vildi bara ekki alveg samþykkja að við hefum bara aldrei stutt Eflingu yfir höfuð vegna þess að ég veit allavega að Efling deildi okkar stuðningsyfirlýsingu, þannig að hún hefur allavega tekið eftir henni á sínum tíma. Svo bara spurningin, og þetta eitt sem að mér finnst líka svolítið mikilvægt, að við leyfum ekki þessari uppgjöf að það sé sami rassinendur öllum þarna þingi að taka yfir vegna þess að það hagnast Sjálfstæðisflokknum og það hagnast þeim efnamestu bara langbest að öllum finnist að skipta engu máli hvað þau kjósi, það séu allir eins á Alþingi, það nenni enginn að hjálpa neinum og það séu einhvern veginn allir vonlausir vegna þess að það þýðir bara að fólk annaðhvort kýs ekki eða kýs bara það sama að það hefur kosið alltaf, og ég held að það gagnist engum upp á að koma betra skipulagi á Íslandi að vera með það hugafar. Guðmundur Andri, samstaða hafði nú, þú ert krati og rætur krata liggja í algjöri samstöðu þingsflokks og hreyfingar þar sem að menn gengu í takt, og það bara þannig þegar horftir við söguna að það á þeim tíma þegar mestur árangri náðist í baráttu alþýðunnar fyrir bættum kjörum, það þegar þing og hreyfing gekk í takt. Þetta eitthvað, hefur við að fara að horfa nostalgíst aftur í tíman og rifja þetta upp og aðtöku sem við getum tekið eitthvað upp eftir okkur öfum? Já, þú ert alltaf að reyna að fá mig í sakfræði fyrirlestra og ég alveg til í það, en bara til að
bregðast við þessu sem að Sólveig var að segja, þá studdum við í Samfylkingunni eflingu og höfum stutt eflingu í baráttu þess félags. En það alveg rétt hjá henni að þegar að þessi kjarabarátta beindist, þegar að efling átti í kjaradeilu við Reykjavíkurborg, þar sem að okkar fólk í forsvari, þar sem að eins og Sólveig sagði, þar sem að borgarstjórinn úr okkar röðum, hann samfylkingarmaður, hann einn af forystumönnum Samfylkingarinnar og það fólk sem að þar í meirihluta að miklum hluta samfylkingarfólk, þá náttúrulega þá vorum við kannski sem að sitjum á þingi svona í smá klemmu, það alveg rétt. Og við héldum aðeins að okkur höndum, ég gerði það alveg rétt og ég beið átekta, ég lýsti ekki við stuðningi við borgarstjórnar meirihlutann eða borgarstjóran, ég gerði það ekki heldur, en ég beið átekta og ég vonaði svo sannarlega að það næðist fram niðurstaða í þessari kjaradeilu sem að Efling gæti sætt sig við. Vegna þess að náttúrulega það næst aldrei fram endanleg niðurstaða til að sætta sig við, vegna þess að hún ekki til, vegna þess að þetta sífelld barátta og þetta getur verið flókið þegar okkar fólk í forsvari fyrir sveitarfélög, vissulega, það það, en lífið flókið og ég ætla ekki að fara einfalt á það með einhverjum hætti, en bara viðurkenni það að ég var í flókinni stöðu og svona. Fólk gagnrýnir þetta, Guðmundur Andri, fólk gagnrýnir þetta svolítið að fólk taki, myndi heita að taka flokkshagsmuni fram yfir almannahag eða hag verkalýðsins. Hefði ég tekið alveg eindregið flokkshagsmuni fram yfir, þá hefði ég náttúrulega bara stutt borgarstjórnar meirihlutann minn með ráðum og dáð og háværum hætti, en það gerði ég nú reyndar ekki. Heldur var ég þarna dálítið svona í kreppu milli tveggja stríðandi aðilar sem að mér fannst að ættu að vinna saman og komast saman að niðurstöðu og mér finnst ennþá að þannig eigi að vinna þegar að ræða samfylkingar stjórn og svo aftur verkalýðshreyfinguna. Ég tel að þessir aðilar eigi samleið og eigi að hafa samleið og það eigi að vera að krafa verkalýðshreyfingarna alltaf, hún eigi alltaf að geta gert þá kröfu á hendur flokknum Samfylkingunni að hann styðji sig. Andri Ingi, þetta flókið, þarna baráttan út á götunni og baráttan á þingi. Kannski var besti tími vinstristjórnarinnar 2009 til 2013 var það þegar fólk var úti og vinstristjórnin gat sótt afl í kröfur fólksins út á götunni. Það var eiginlega tæki sem að vinstrið og alþýðan hafði á móti auðvaldinu. Svo þegar fólki fór af Austurvelli þá einhvern veginn koðnaði svolítið vinstristjórnin niður og var nýtluðu verki. Er þetta kannski misskilningur á vinstrinu að vera alltaf svona stofnanamegin í lífinu? Ætti vinstri kannski að vera bara með annan fótinn inn á þingi og hinn úti í hagsmunabaráttunni? Já, mögulega, allavega vinstri pólitík alltaf tengd einhverju grasrót ef hún á að vera almennileg og bara pólitík sem að horfir til framtíðar með einhverja almannahagsmuni, hún verður að vera bara í góðum tengslum við það sem að gerast í dag og það þá ýmis hagsmunasamtök og verkalýðshreyfingin þar bara fremst í flokki og ég meina ég tek bara undir með Sólveigunum að það þurfa að vera miklu betra samtal og meira á milli verkó og pólitíkurinnar og svona ef ég líti á hvað ég sjálfur hef gert þá nú alltaf reynt að vera í sambandi við fólk sem ég kannast við þar innandyr og ef ég kíkja á ferilskrána þá til dæmis lagði ég fram hauga fyrirspurnum mansal sem að ég vann með fólki inn í verkó og síðasta haust lagði ég fram fyrirspurnir útvistun á ræstingaþjónustu til að sjá hvort lægstlauna fólkið hjá nú opinbera hvort væri búið að sparka því úr öllum stofnunum og svo var ég bara núna áðan að leggja fram breytingatillögu
gegn því að Bjarni Ben myndi koma sér undan því að leggja fram álagningarskrár annað ár í röð í skjóli COVID og ég lagði til að það yrði gert bara rafrænt frekar þannig að fólk geti séð álagningarskrárnar sem að sko lóðbent upp úr beinlínis sko ályktun miðstjórnar ASÍ frá því í fyrra. Þannig að þó ég hafi kannski ekki heyrt nóg oft í Sólveigu þá hef ég alveg talað við fólk í verkalýðshreyfingunni eins og mér finnst við ættum nú öll að gera hvort sem við tilheyrum flokkum sem tengja sig verkalýðnum eða ekki. Þetta eru samtök sem eru að berjast fyrir hagsmunum launafólks sem að bara þetta eru grundvallar hagsmunir samfélagsins. Má ég skjóta inn aðeins Viðar að því að Sólveig Anna gagnrýndi þingið svolítið að hvað með upplifun eldri borgara af verkalýðshreyfingunni hafið þið fengið stuðning þaðan? Það er vant að þú ert að kveikja á mikrofónum. Viðar. Það sko langstærsti hluti eldri borgar búin að vera á langri starfsævi 40 ár mínus pluss og greitt í sjóði verkalýðsfélaga og staðið í verkalýðsbaráttu sumir hverjir. Að það gerist það þegar fólk hættir á vinnumarkaði að þá hefur það ekki nein réttindi lengur til þess að berjast fyrir kjörum sínum. Það hefur engin vopn, það hefur ekki verkfallsrétt eða möguleika á að fara í verkfall eða knýja á betri kjör með slíkum aðferðum sem það hafði áður í verkalýðshreyfingunni. Og svo það sem að kannski mörgum bregður líka við að þeir eru búin að vera að borga í sjóði verkalýðshreyfingarinnar allt sitt líf, sjúkrasjóði og alls konar orlofssjóði og ýmislegt fleira og þessi eign þeirra eða þetta framlag þeirra í sjóðina verður eftir í sjóðunum þá allt í einu bara lokast einna og fólk verður semst á ekki lengur nein réttindi í þessum sjóðum eftir það hættir störfum og margir hverjir myndu vilja fá að nýta sér þetta og fá líka stuðning frá verkalýðshreyfingunni til að viðhalda kjörum sínum því að það gerist gjarnan að fólk hrynur í kjörum og þeir sem eru illa settir og hafa verið láglauna fólk allt sitt líf, það verður raun og veru við örbirð þegar það fer á eftirlaun og það kannski má segja að einhverju sinni var sagt að það væri aldrei lokað svo kjarasamningum í landinu, að verkalýðshreyfingunni við atvinnurekendur öðru vísi en að það væri samið kjör eldri borgara á einhverju leyti og síðan hitt að það ekki lengur sem að slíkt víst í kjarasamningum eins og lífskjarasamningurinn, það var engin aðili af þeim sem stóð að lífskjarasamningnum hvorki verkalýðshreyfingi, ríkisstjórninni, atvinnurekendur sem að raun og veru báru hag eldra fólks fyrir brjósti þar að ljúka þeim samningi með því að það væri eitthvað í hendi fyrir þetta fólk. Þannig að þetta kemur tvennt til, svo ég summerar þetta upp sem ég er að segja. Það annars vegar þá sem missir fólk öll réttindi sem það átti í lífeyrissjóðunum, verkalýðssjóðunum og hins vegar að þá finnst þeim þeir standa svolítið á berangri og hafa ekki lengur stuðning frá verkalýðshreyfingunni eins og þau höfðu áður. Þetta hefur nú verið rætt svolítið að undanförnu stuðning verkalýðshreyfingarinnar við annars vegar öryrkja og hins vegar eftirlauna fólk. Er eitthvað von á breytingu þannig? Sko, ég bara heyri og skil hvað Viðar að segja. Nú hef ég náttúrulega starfað svona fremur stutt inn í þessari hreyfingu en auðvitað á svona mjög bara örlagaríkum tímum og það hefur margt gengið á og svo framvegis. Þegar ég kem inn í Eflingu þá það náttúrulega í kjölfar þessarar, við getum kallað einhvers konar svona upprisu láglauna og verkafólks sem að vill gera
gera það sem það getur til þess að reyna einhvern veginn að taka baráttuna með svona markvissum hætti í sínar eigin hendur vegna þess að lífskjörin og bara aðstæðurnar eru orðnar svo ótrúlega slæmar og þá get ég auðvitað nefnt hérna bara dæmi sem að við öll hér vitum og hafa verið nefnd ótal oft áður, þá erum við að tala auðvitað bara þessi hérna mál eins og aðbúnað á vinnumarkaði, aðbúnað sem okkar aðflutufélagar hafa þurft að búa við, húsnæðismarkaðinn sem að hefur gert það að verkum að láglaunafólk er bara á hrikalega erfiðum stað, þessi vinnuþrælkun sem að hefur tíðkast þar sem að láglaunakonur þurfa að vera í fleiri en einni og stundum fleiri en 2 vinnum en hafa samt aldrei nóg til þess að tryggja efnahagslegt öryggi sitt og sinna barna og svo framvegis. Þannig að það er kannski svolítið erfitt fyrir okkur að fara í þessa risastóru baráttu og jafnframt vera einhvern veginn að hérna heyja margar aðrar risastórar og alveg jafn lífsnauðsynlegar baráttur. Og auðvitað er það svo að það er vissulega mjög bara erfitt þessi svona afturkemja, þessi svona skipting sem þar sem að það er eitthvað svona, það er einhver flokkur eða það er eitthvað verkalýðsfélag, einhver hópur sem að svolítið svona lokaður inn í einhverju svona inn á einhverjum svona vissum stað og ég myndi mjög gjarnan vilja og þá er ég bara stórkostlegur sigur sem að myndi vinnast ef að við gætum komist svolítið svona út úr þessari stemningu. Ég hef engin einföld svör við þessu sem að Viðar er hér að lýsa. Ég hef engin einföld svör á reiðum höndum. Það eina sem ég get sagt bara og segi það bara mikil einlægni að það er að ég tel mjög innilegur og ríkur vilji innan þessara svona svokölluðu nýju forystu þessara hreyfingar að breyta þessum málum og ég bara viðurkenni að ég átta mig ekki alveg á því hvað átt við þegar það sagt að það hafi tíðkast að tryggja einhvern veginn einhverjar kjarabætur í lok samningalota þegar það skrifað undir. Við náttúrulega fórum í mjög svona markvissa baráttu fyrir því að fá stjórnvöld til þess að axla ábyrgð gagnvart vinnandi fólki á Íslandi og eitt af okkar svona stóru baráttu málum þar var til dæmis leiðrétting á þessari svona skattpíningu sem að hefur verið ástundu gagnvart fólki sem hefur lítið á milli handana. Og það var mín auðvitað mikla bara von að það myndi skila sér til allra tekjulágra hópa á þessu landi þar sem við náttúrulega uppskárum svo í þeim hluta stjórnvaldsaðgerðana var auðvitað miklu minna en það sem að við vorum að berjast fyrir en ég bara ítreka að ég tel að það sé mikill vilji og ég tel að jafnvel þó að það megi vel vera að það sé rétt sem að Viðar að segja að það hafi einhvern veginn verið einhvern veginn svona ég veit ekki meiri vilji til þess að tryggja eitthvað þegar það koma undirritun samninga, þá er það engu síður arfleið þeirrar verkalýðsforystu að kerfið eins og það að þessi svona ofsalegu múrar eru þarna á milli vinnandi fólks og svo þeirra sem ekki lengur vinna sökum aldurs eða þeirra sem ekki hægt að nýta til vinnu sökum örorku. Það eitthvað sem að auðvitað. Við ættum öll að sameinast mjög svona markvisst í að rífa þá múra niður og ég vona að það verði hægt að gera það. Við setjum komum hér að rífa niður múra. Það nú svolítið verið svona einhverju litið þema hér að fólk sem að berjast við að mörguleyti sama andstæðinginn á ólíkum vígstöðum finni samhljóm, styðji hvort annað í baráttunni.
Ég þakka ykkur fyrir komuna, Andri Ingi, Guðmundur Andri, Sólveig Anna, Þórhildur Sunna og Viðar og hlustendur fyrir að staldra hérna við. Mér dettur að í hug svona að við myndum kannski hafa samband við Viðar og alltaf hvort við getum tekið eitt svona rautt borð hérna málefni aldraðra. Ég held að við hefum ekki gert það. Það sé orðin kannski 120-150 þátturinn eða eitthvað slikt í okkur, þannig að við gerum það kannski seinna. En ég á örugglega eftir að fá okkur öll í heimsókn hérna seinna. Hérna í kvöld á Samstöðinni klukkan 10 er kaffistofan, þar sem að verður fjallað launaþjófnað. Og Samstöðin heldur áfram á morgun, það verður öryrkjaráðið klukkan 3 og hinn Reykjavík klukkan 5 og svo verður rauðaborði hérna aftur klukkan 8. Þá ætlum við að reyna að hafa fjörugt hérna fyrir 2 vikum, þá mættu hérna Benedikt Erlingsson, Mikael Torfason og Biggi Veira og það var mikið hamagangur hérna við rauðaborðið og við ætlum að halda því áfram og þróa þann þátt aðeins, meðal annars með því að bæta konum í hópinn. Það verður forðið að fylgjast með því á morgun klukkan 8 hvernig það gengur. En ég þakka ykkur aftur kærlega fyrir og gangi ykkur vel í baráttunni. Takk fyrir í kvöld. Takk sömuleiðis. Takk.